Velkomin í kynningu á verkefninu Krakkar kokka, sem verkefni matarhefðir, nærumhverfisneyslu og sjálfbærni fyrir börn á skólaaldri. Saman munum við fræðast svolítið matarauðlindir og sjálfbærni, hvernig tengja má menntun og skemmtun og fræðast á skemmtilegan hátt og fleira. En hvað eru matarauðlindir? Matarauðlindir eru náttúra eða umhverfi sem gefur okkur tækifæri til að afla matar eða vinna mat úr. Til dæmis fiskur úr sjó eða vatni, búfénaður sem alinn á landi þar sem góðar aðstæður eru til búfjárræktar, eins og grænir hagar, eða grænmeti, eins og til dæmis kál, gulrætur og fleira sem ræktað þar sem jarðvarmi eða heitt vatn í jörðu. Sameinuðu þjóðirnar, The United Nations á ensku, bandalag þjóða á jörðinni. Ísland í þessu bandalagi sem oft kallað S-þ til styttingar. Árið 2015 setti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 17 sjálfbærni markmið fyrir allar þjóðir sem stefnt að því að náist árið 2030. Markmiðin 17 einnig kölluð heimsmarkmiðin. Heimsmarkmiðin eiga að tryggja öllum jarðarbúum gott líf og einnig tryggja framtíð jarðar og auðlinda jarðar fyrir komandi kynslóðir. Heimsmarkmið númer 11, 12 og 13 miða öll að því að gera fæðuneyslu okkar sjálfbæra, en þannig verða samfélag okkar einnig sjálfbær. Ábyrg eða sjálfbær fæðuneysla þýðir að neysla okkar á mat stuðlar að sem minnstri mengun og stuðlar að verndun og viðhaldi fæðuauðlinda okkar. Það þýðir að við notum ekki fæðuauðlindir svo þær eyðileggist, heldur notum þær þannig að við tryggjum áframhaldandi tilurð þeirra fyrir komandi kynslóðir. Með þessu tryggjum við einnig sjálfbærni samfélagsins þannig að við styðjum íslenska framleiðslu í stað þess að kaupa allt erlendis frá og viðhöldum því okkar eigin samfélagi og byggjum það upp innan frá. Hvað myndi til dæmis gerast ef við gætum ekki flutt mat erlendis frá til Íslands? Fyrir nokkru þóttu okkur þetta fráleit hugmynd. En COVID-19 aðstæðurnar hafa til dæmis sýnt okkur núna að ýmislegt getur gerst. Nú á þessum tíma COVID-19 lokuðu mörg lönd landamærum sínum og flugferðir lögðust að miklu leyti af tíma. Þetta sýnir okkur að það mikilvægt að hafa sterkt samfélag sem getur nært sína eigin íbúa með mat sem unnin úr fæðuauðlindum landsins. Nærumhverfisneysla þýðir að borða mat sem kemur úr því umhverfi sem næst okkur. Veltu því fyrir þér hvaða matur framleiddur úr fæðuauðlindum nálægt þér. Það gæti verið grænmeti sem ræktað, kjötar sem búfénaður ræktaður og svo framvegis. Til að Reykjavík og bæir og kaupstaðir á Íslandi geti verið sjálfbær þarf fólkið á hverjum stað að nýta auðlindir svæðisins, að gera mat úr því sem gefur mat í náttúrunni, svo sem rækta eða veiða dýr á landi í sjó eða vötnum, rækta grænmeti, nýta villtar náttúruafurðir og ýta undir grósku þeirra, til dæmis með verndun berjalanda, uppbyggingu skóga svo sveppir geti þrifist, verndun og viðhaldi varplanda og svo framvegis. Að flytja matinn frá svæðinu eða annan mat inn á svæðið langt að eykur á mengun og minnkar sjálfbærni. Mest sjálfbærni fæst með nærumhverfisneyslu að eins miklu leyti og hægt er. Nærumhverfisneysla ekki bara góð fyrir náttúruna. Hún styrkir einnig samfélög því hún stuðlar að og jafnvel tryggir atvinnutækifæri á hverjum stað. Hún viðheldur einnig samheldni, menningarvitund og menningararfi samfélaga því samfélag sem styður eigin framleiðslu og stuðlar að framþróun hennar með því að þróa aðferðir og nýtingu afurða líklegt til að skilja eigin sérstöðu og einkenni staðarins betur og þannig menningarvitund og stolt staðarins. Stolt og einkenni staðarins getur til að mynda verið mikil og góð kartöflurækt eða einstaklega ljúffengt lambakjöt og svo framvegis. En hvað menningararfur og menningarvitund? Menningararfur eru þær minjar og hefðir sem skapast hafa í samfélaginu gegnum ár og aldir. Þær eru sprottnar af náttúruauðlindum og umhverfi á hverjum stað og þeim leiðum sem fólk hefur fundið til að nýta matvæli jarðarinnar sem best. Dæmi menningarminjar rokkurinn sem notaður var áður fyrr til að spinna ull í föt, en sauðfjárrækt hefur fylgt landsmönnum frá landnámi.
Gjörnýting matvæla eins og að nýta ekki bara kjöt heldur einnig innmat til matar hefur verið rík hefð á Íslandi, þar sem matur hefur stundum verið að skornum skammti og einnig hefur verið mikilvægt að þróa leiðir til að geyma matvæli til lengri tíma. Þannig hefur til dæmis sú hefð orðið til að gera slátur. Íslendingar þekkja vel og eru stoltir af menningararfi sínum og flest íslensk börn þekkja til að mynda slátur og rokk og er það því hluti af menningarvitund þeirra hvað það er að vera Íslendingur. Ísland hefur ríkulegar auðlindir, næringar og matar, en þær eru mismunandi eftir stöðum. Sums staðar á Íslandi, til að mynda á Suðvestur- og Suðurlandi, er auðvelt að rækta grænmeti með því að hita gróðurhús með jarðvarma. Annars staðar eru auðug fiskimið og enn annars staðar hentar landi vel til sauðfjárræktar. Matarauður Íslands er verkefni sem heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. En verkefnið hefur meðal annars þann tilgang að efla jákvæða ímynd og vitund íslenskar fæðuauðlindir og afurðir og staðbundna matarmenningu á Íslandi. Á vefsíðu Matarauðs Íslands má finna gagnlegar upplýsingar fæðuauðlindir hvers landsvæðis eða hvaða mat náttúra Íslands gefur okkur á hverjum stað. Matarlandslagið.is eða eaticeland.is er vefsíða gerð af Matís sem hefur að geyma upplýsingar alla frumframleiðendur á Íslandi, en frumframleiðendur eru þeir sem vinna mat og afurðir beint úr auðlindunum. Þetta eru til að mynda bændur með búfé, grænmetisbændur, sjómenn og fleiri. Á korti matarlandslagsins má sjá hvaða frumframleiðendur eru starfandi á hverju svæði og hvaða afurðir eða matir framleiða. Skemmtimennt eru tvö orð samtvinnuð í eitt, skemmtun og menntun. Orðið skemmtimennt þýðir menntun sem byggðir á skemmtun, það er, þú skemmtir þér og lærir í leiðinni. Það er vissulega skemmtilegt að lesa, en það er ekki síður gaman að læra með því að gera sjálfur, til dæmis að prófa nýtt tæki eða fara í vettvangsferð og skoða náttúruna, heimsækja nýja staði, reyna sig við einhverja þraut og svo framvegis. Skemmtimenntinn í krakkar kokkaverkefninu felst í því að prófa að gera sjálf og læra þannig. Verkefni heitir Krakkar kokka vegna þess að við ætlum að læra hvernig við getum hjálpað jörðinni og leið stutt okkar eigin samfélag, það er Ísland og íslenska framleiðslu, með því að velja að elda úr og borða íslenskan mat. Svona getum við lært meira mat og matvælaræktun og þá hvernig við metum og nýtum matarauðlindir og möguleika landsins okkar. Krakkar kokka er einnig hluti af stóru Evrópuverkefni, We Value Food, eða Við metum mat, sem er styrkt af Evrópusambandinu sem leið að heimsmarkmiðunum 17, aukinni matarvitund og þekkingu. Þannig erum við öll saman að vinna því að ná heimsmarkmiðunum 17. Í Krakkar kokka verkefninu náum við sjálf í íslenskt hráefni til matreiðslu og prófum svo sjálf að elda eitthvað ljúffengt og hollt úr hráefninu og gerum jafnvel myndband hvernig til tókst, svo aðrir geti lært af okkur og leið séð hvaða fæðu Ísland hefur upp á að bjóða á hverjum stað. Prófaðu að velta því fyrir þér hvernig það væri ef engin búð væri nálægt okkur og við þurftum að fá okkur að borða. Hvað getum við borðað þá? Hvað dettur þér í hug að þú getur náð í sem er íslenskt og nálægt þér, úr nærumhverfinu, til að gera mat úr? Veltu þessu aðeins fyrir þér. Vaxa rabarbari eða rifsber í garðinu þínum? Eru ber farin að vaxa í móa nálægt þér? Er bóndi á svæðinu þínu sem býr til kjöt eða grænmeti eða annað? Er ef til hægt að tína æta sveppi nálægt þér? Veist hollar villtar jurtir sem hægt að gera graut úr eða te, til dæmis blóðberg, fjallagrös eða annað? Eru nývaxnir fíflar í garðinu þínum eða hundasúrur sem nota má litlu laufin af í salat? Athugaðu að fá aðstoð fullorðins við að meta hvað hægt að borða úr náttúrunni og hvað ekki. Ég heiti Sævar, ég er vísindamaður og kennari og ég vinn til dæmis við Krakkarúv, Krakkafréttir sem dæmi og var umsjónarmaður þáttaraða sem heitir Hvað höfum við gert? Og svo er ég verið umsjónarmaður þáttaraða sem heitir Nýjasta tækni og vísindi. Og ég dýrka mat og elska jörðina okkar og þetta sameinast tvennt í mjög góðum mat sem mér finnst gott að borða. Nær umhverfisneysla er mikilvæg vegna þess að við búum á takmarkaðri plánetu og við þurfum að sækja
orkuna okkar, fæðuna, í umhverfi í kringum okkur til þess að nota sem allra minnst af jarðefnaeldsneyti til að framleiða mat. Það nefnilega stundum ekkert rosalega umhverfisvænt að framleiða matinn okkar og þannig að því nær sem við getum framleitt hann, því betra. Og svo líka matur sem framleiddur í nærumhverfinu oftast miklu ferskari og bara bragðbetri heldur en innfluttur matur. En ekki alltaf. Það fer eftir hvar við búum hvað við getum borðað úr nærumhverfinu, en flest okkar held ég geti farið út til dæmis og tínt kryddjurtir sem leynast í náttúrunni. Það skrítnasta sem ég hef borðað beint úr náttúrunni var hreindýr og mosi. Hann var þurrkaður og djúpsteiktur og hann var ótrúlega góður. Og það er líka samt svolítið það sem er skemmtilegt um mat, er að maður finnur fyrir mismunandi bragði, mismunandi áferð og maður kynnist líka nýjum menningarheimum þegar maður borðar uppskriftir frá öðrum stöðum. Það er ótrúlega skemmtilegt. Hér á Íslandi getum við náttúrulega líka borðað fiskinn úr sjónum sem er mjög gott, helst einmitt veiddan og sjálfbæran hátt. Og svo að sjálfsögðu getum við nýtt okkur grænmetið, alltaf fína grænmetið sem við framleiðum á Íslandi og passa að klára matinn okkar. En ef við klárum ekki matinn, þá er hægt að gera ótrúlega margt skemmtilegt. Til dæmis að búa til pæklað grænmeti, það er rosa gott. Setja í svona etiklög og geyma hann svolítið lengi, þá fær hann svolítið svona sætari áferð, það er bragð. Mjög gaman. Það er mjög einfalt. 2 bollar vatn, 1 bolli sykur, 1 bolli etik, sjóða og svo bara ofan í krukku með fullt af góðu grænmeti, lauk og svona. Yndislegt. Það er oftast vistvænna að fá mat úr nærumhverfinu heldur en innfluttan mat vegna þess að oftar en ekki kostar minni orku að framleiða hann á staðnum og sömuleiðis minni orku að flytja hann milli staða. Af því að ef við framleiðum eitthvað til dæmis í Evrópu eða Afríku eða Suður-Ameríku þá þarf náttúrulega að flytja matvælinn hingað með flugvél eða skipi og yfirleitt er það vistvænna að fá þá bara beint úr til dæmis gróðurhúsinu á Íslandi eða bara beint úr náttúrunni sem er alltaf ennþá betra. Og þar má náttúrulega nefna ýmsar kryddjurtir sem vaxa í náttúrunni okkar. Hundasúrur til dæmis er hægt að nota í mat sem er mjög skrítið en fáir vita. Og svo er örugglega eitthvað sem að þið þekkið og ég þekki ekki sem ég væri samt mjög gjarnan til í að þið kenndu mér að borða. Og ég er til í það að læra af ykkur. Komið þið sæl, ég heiti Rakel Garðarsdóttir, ég er oft kennd við Vakandi sem eru samtök sem ég stofnaði til að auka vitundavakningu um matarsóun á Íslandi. Stundum er ég líka kennd við Vesturport, þar framleiðum við bíó og leikhús og sjónvarp og annað. Og ég er mikil áhugamanneskja ykkar framtíð og að þið og ykkar kynslóð eigið jörð sem er hægt að búa á. En helsta rót matarsóunar er yfirleitt tengt því að við vitum ekki alveg hvaða maturinn okkar kemur. Við erum búin að missa tenginguna við matvæli. Og það er þannig að þegar við förum út í búð og sjáum kannski skinku eða fisk eða annað, þá hugsum við ekkert endilega hvaðan sá matur kom. Og þess vegna er svo mikilvægt að við séum í tengingu við frumframleiðslu af matvælum. Til dæmis að við vitum að skinkan kom af svíni og fiskurinn kemur úr sjó og það eru menn sem hætta lífi sínu og konur til þess að ná í þennan fisk fyrir okkur. Og þess vegna skiptir það svona rosalega miklu máli að við náum aftur í þessa tengingu, sveita tenginguna við matvælaframleiðslu. Í dag er það þannig að við erum rosalega mörg og við erum að fara að verða miklu fleiri. Þannig að það segir sig sjálft að við þurfum að breyta svolítið hvernig við náum okkur í mat og matvæli og hvernig við vinnum matvæli. Og þar kemur nýsköpun svo sterkt inn. Við getum ekki haldið áfram að borða svona mikið af dýrum eins og við höfum verið að gera. Við getum ekki haldið áfram að flytja svona mikið inn eins og við höfum verið að gera. Og við getum ekki haldið áfram að taka landsvæði frá dýrategundum til þess að við getum búið okkur til matar eða byggt okkur hús. Þannig að allt þetta þarf að breytast og þar komið þið svo sterkt inn, komandi kynslóð og hvað þið ætlaði að vinna við í framtíðinni. Að það er að finna upp nýjar aðferðir og ný matvæli til þess að búa til mat til að allir geti borðað í framtíðinni. Ef maður vill breyta heiminum, og það er það sem við þurfum öll að gera, við þurfum að breyta heiminum til hins betra, þá þarf maður að hafa ástríðu. Og sem betur fer eru til alls konar ástríður. Ég er til dæmis með ástríðu fyrir því að reyna að finna út hvernig við getum hætt að henda mat og fundið nýjar aðferðir eða nýjar leiðir til að nýta þann mat sem við erum að henda. Og það væri svo frábært ef þið mynduð koma í lið með okkur í Vakandi og deila með okkur hugmyndum og aðferðum sem að ykkur dettur í hug, sem að þið kunnið, sem að þið hafið lært eða finnið bara upp. Þannig að við getum lært af ykkur og deilt áfram. Ég til dæmis var á matsölustæði daginn og þar fékk ég að borða djúpsteikta fífla og það var bara geggjað gott. Það er hægt að finna svo alls konar upp.
Þannig að endilega bara hugsa út fyrir bóksið og þá gerum við heiminn betri. Nú kemur að verklega þætti verkefnisins. Þegar þú hefur lokið við að horfa á þessa kynningu byrjar skemmtunin, því þá getur þú hafist handa við að ná í matvæli á þínu svæði til að elda úr og tekið myndband af ferlinu. Það er skemmtilegast að vinna verkefni saman í hóp, til dæmis skólafélagar með hjálp kennara eða fjölskyldan saman. Náðu í matarhráefni sem úr þínu umhverfi. Þú mátt ná í hráefnið beint í náttúruna, beint til bónda eða sjómanns. Ef þú kemst ekki að sækja matarhráefni af einhverjum ástæðum, geturðu beðið einhvern að sækja það fyrir þig, sækja íslenskan mat til að elda úr. Gættu þess þá að skoða vel hvaðan maturinn kemur. Hvar færð þú þitt hráefni? Eldaðu nú úr hráefninu. Mundu að taka upp stutt myndband 2 til 10 mínútur af verklega hlutunum, af þér að ná í hráefnið og elda úr því. Gaman er að sýna einnig sérkenni staðarins þíns í myndbandinu, til dæmis höfnina, náttúruna, bóndabílið, garðinn, fjöruna eða annað þannig að aðrir geti lært staðinn þinn og hvaða matarauðlindir hann hefur upp á að bjóða. Skoðaðu krakkar kokka myndbönd sem börn í öðrum skólum hafa gert til að sjá hvernig hægt er að gera skemmtilegt og fróðlegt myndband verkefnið. Láttu sköpunargleðina ráða þegar þú tekur upp þitt eigið krakkar kokka myndband. Þú mátt gera þitt myndband eins skemmtilegt og flott og þú vilt, með myndum, hljóði, tónlist, táknum og fleiru. Þú getur notað venjulegan myndavélasíma til að taka það upp, spjaldtölvu, dróna eða hvaða leið sem þér finnst best. Sendu okkur svo myndbandið þitt á krakkarkokka@matís.is og við setjum það á YouTube síðu Matís fyrir krakkarkokka verkefnið. Þá geta önnur börn lært hvaða mat er hægt að fá af þínu svæði. Mundu að best er að myndbandið sé 2 til 10 mínútur í heildina. Við hlökkum til að sjá myndbandið þitt og fræðast hvaða mat fæðuauðlindir Íslands gefa á þínu svæði. Takk fyrir! Við vonum að þú og þinn hópur hafið haft gagn og gaman af.